allt klárt núna? Já, nú allt að vera klárt. Nú erum við búin að vinna hörðum höndum síðustu sólarhringa og allt lagt í sölunar. Allt klárt. Þetta veglegra í ár heldur en hefur verið undanfærin, kannski út af afmælisárinu. Já, við settum í mjög flotta skemmtidagskrá og ég held að hún hefur aldrei verið jafn glæsilega núna. Við erum með mjög flotta skemmtikrafta. Við erum með Eyjólf Kristjáns og Jón Ólafs ásamt fleirum annað kvöld. Og svo á laugardagskvöldið Tósbandið sem hittar upp fyrir Reið með vindana á SSól. Núna eru alltaf að fjölga kvennaliðum. Já, kvennadeildin í ár er stór og við erum með 3 deildir núna í fyrsta skipti. Við erum með skvísudeild, dömundeild og ljónínudeild. Og bara frábær þáttaka og virkilega gaman að fá stelpurnar svona sterkar inn. Pálmót Þórs, hvað kemur til? Já, þetta bara eitt að fá mótum í heiminu sem ég hef ekki unnið og það bara komið til að ná í bikarinn. Hvað David James? Já, hann frá vegna meiðsla, en annars hefði hann klárlega verið á sæðinu. Svo ekki sjálf maður að segja, spurðu út til Tryggva, hvað Tryggvi? Já, það. Hann vonandi bara í toppmálum einhvers staðar í Eyjum. Hann í góðum fíling. Já, þetta alveg. En segðu mér á mótinu, hvernig búið að ganga? Það búinn 1 leikur og stór sigur 2-1 á síðustu sekundu leiksins, þannig að við erum líklega skemmtilegast að leiða á mótinu. Hlaupin lítið en það bara að láta að rúlla? Já, það mikil gæði í leik okkar. Það ekki örugglega Hermann sem skoraði 7 marki? Jú, hann skoraði flest mörkin í þessu. Já, flest? Já. Alltaf bara, ég kom í stuttastund fyrir 10 árum og fylgdist með, var þá bara fylgjast með konu, hún var að keppa og maður hefur alltaf haft þetta í huga, kom og kíkja á þetta maður. Það náttúrulega maður þekkir annað hvern mann sem er búinn að spila á móti yngri flokkum eða seinna, þannig að þetta mikið af höfðingjum á svæðinu og þetta frábært, þetta stórkostlegt mót og fótboltinn svona aukatriði á mörgum en sem tekið aðeins meira alveg en það bara hittast og vera á svæðinu og í bænum bara, þetta algjör snild í alla staði, vel aðeins staði. Ertu búinn að mæta á mörg pólumót? Ég náttúrulega búinn að mæta þetta bara síðan ég var lítil. Alveg frá því elstu menn muna? Já, pabbi náttúrulega byrjaði að spila og sjálfsögðu var maður allar pólumótshelgarnar, held ég bara frá upphafi. Það eitthvað við þessi pólumót? Það eitthvað meiri fótbolti? Miklu meiri fótbolti, þetta bara menning. Klárlega. Rifja upp gamla takta þó að líka við fylgja ekki hausnum það var hausinn alltaf til staðar. En þér finnst það samt þegar þú ert komið með boltan fram á tærnar inn á vellinu, þér finnst þetta allt virka rétt? Ég geri það uppi þangað til annað kemur í ljós. Hvað svona utan við fótboltan það sem að svona dregur? Það bara félagskapinu við aðra leikmenn og sem kannski hittast ekki nema bara rétt í kringum pólumóti? Já, bara aðra leikmenn og bara allt annað fólk sem mætir hérna. Þetta nú yfirleitt fólk sem maður kannast við frá því gamla daga. Þetta gamla kempur og gamli vinir og skólafélagar og bara þetta það allir vinir hérna. Það það sem gott. Hvernig hefur gengið? Það gengið bara alveg ótrúlega vel. Það eiginlega bara varla hægt að fá þetta betra heldur en akkurat eins og þetta búið að vera. Föstudagurinn var svona þægilegur í veðri. Það gekk allt glimrandi vel í leikjum og öll lið mættu. Öll lið stóðu sig vel og svo allt í einu skall bara á þessi blíða hérna í dag og ég held bara að það sé nánast allir glaðir nema einn og einn sem dóttirinn keppni. Hvað eru margir keppendur sem kepptu í ár? Það erfitt að segja keppendur eru ekki skráðir, liðinu skráð og við reiknum með að séu allavega 10 í hverju liði. Þannig að ég hefði haldið að væri svona 700 keppendur hérna, rúmlega. Og ætli get ekki sagt svona sinnum 2 ef við tökum inn börn og konur og einmenn. Við ákveðum strax upp að þetta yrði stærsta pólumót hingað til og það hefur tekist. Og náttúrulega fyrsta skipti sem að við splæsum í heilt sveitaball og við vorum svona spáið hvernig og hvað ætti að gera og náttúrulega föttum að við erum með einn stærsta ballstað hérna landsins
með liðin okkur sem er alltaf við keppum í á daginn en síðan ætlum við að breyta honum í dansstað, eða ballstað, núna í kvöld, laugardagskvöld og það er stóra breytingin. Hvað hefur komið svona mest á óvart? Það var hversu auðvelt að fá fólk til að sko, taka þátt og vinna á staðnum, dæma og sjá barnagæsluna og vera á barnum, vera í sjoppunni, vera dýraverðir. Það er allir tilbúinir að láta þetta bara ganga upp. Ég hef tekið eftir að það er mikið af börnum minni mitt á svæðinu en þetta er alveg fjölskyldu skemmtun, þannig séð. Þetta er fjölskyldu skemmtun alveg hangað til að við kveikjum á ballinu sko. Þau eru 20 ára aldurstakmark á balli sjálft en fram að því er þetta bara fullkomin fjölskylduskemmtun og barnahotnið sem við erum með núna hefur svo sem aldrei verið stærra heldur en akkurat núna sko. Þannig að það er mjög auðvelt að koma með börn. Tjaldsvæðin eru nálægt, tjaldsvæðin eru á svæðinu og þú þarft eiginlega ekkert að fara yfir hérna götu til að taka þátt fyrir að hlaupa hérna yfir. Þannig að þetta er bara fjölskyldu karneval sko, fjölskyldu festival. Hvað heldur að sé svona ástæðan fyrir að þetta sé svona vinsælt eins og runnur byrja hérna? Bara fólk vil ekki hægt að spila fótbolta. Hvað þegar það er dottið út úr fyrstu deild, annarri deild eða þriðju deild og hægt að spila eða þá að þeir fóru ekki eins langt að þeir vildu eða þá að fyrirtæki eða vinir, skólafélagar gamlir vilja fara í eitthvað ferðalag og taka þátt í einhverju sem er eitthvað aktivitet, þá er þetta bara fullkomið. Þá er bara fótbolti, það er að pissa. En hún þarf að pissa þannig ég þarf að fara. Okay. Takk fyrir, bara góða skemmtun og gangi vel. Takk fyrir sömuleiðis.